Leifur Hallgrímsson framkvæmdastjóri Mýflugs í Mývatnssveit en Mýflug hefur væntanlega flogið nokkur COVID-19 sjúkraflug. Leifur, á hvern hátt eru þessi flug frábrugðin öðrum sjúkraflugum? Það náttúrulega, við höfum núna í seinni tíð verið að nota þessi hylki sem sjúklingarnir eru settir í og flugin sjálf í raun og veru ekkert frábrugðin. Það sem frábrugðið að það eru miklu meiri sóttvarnir og eftir að við fengum þessi hylki þá þetta mjög lítið frábrugðið. En þessi hylki sem þú talar sem að Össur hannaði og ég gerði á mjög skömmum tíma, ykkar reynsla af þeim? Hún góð. Það reyndar þannig að hylki sem kemst inn í sjúkravélina, það kom frá Noregi. Ég veit ekki hvort það norsk hönnun eða smíð, en það allavega kom frá Noregi. Össur að fara núna í þessari viku í það að endur hanna hylkið sem að þeir smíðuðu til þess að passi inn í sjúkravélina. Það sem það urðin mjög mjó, hún ekki með 69 cm breið á sjúkravélinni, en að hylkið má ekki vera of breitt til þess að komist inn í vélina. Heilbrigðisstofnanir, við þekkjum það af allri umræðu að heilbrigðisstofnanir þær hafa þurft að huga mjög að öllum smitleiðum og það náttúrulega sama gildir Mýflug og áhafnirnar. Til hvaða aðgerða þurftu þið að grípa? Við gripum til mjög víðtækra aðgerða og fengum ráðgjöf og aðstoð frá sjúkrahúsinu á Akureyri og sjúkraflutningamönnum og slökkvilið Akureyrar og við fórum til dæmis í það að við lokuðum húsnæðinu eða skýlinu hjá okkur fyrir öllum öðrum heldur bara okkar mönnum, okkar flugmönnum, læknum og sjúkraflutningamönnum og tókum upp mjög strangar reglur varðandi aðkoma að því húsi og þess áttar og við breyttum líka vaktakerfinu þannig að það alltaf sömu tveir sem að fljúga saman og það og búið að gera núna allan aprílmánuð og það eru mjög takmarkuð samskipti á milli flugmanna utan vinnu vegna þess að það sem að nándin mjög mikil, þetta eru 12 flugmenn og nándin mjög mikil og við sáum fram á það að ef ein áhöfn smittast þá því afar sennilegt að allar hinnar áhöfnirnar yrðu settar í sóttkví og þá hefði sjúkraflugi bara lagst af. Þá ég ansið hræddur að við hefum verið í vondum málum. Þannig það var eins gott að grípa til þeirra varúðarráðstafana sem hægt var? Það var ekkert annað að gera. Það var bara svoleiðis. Það varð að grípa til þeirra varúðarráðstafana sem að mögulega voru. Hvernig hafa þessi svona flug almennt gengið? Þetta það ekki svona uppbyggði hvað, 15 til 20 flug sem að þið eru búin að fara nú þegar? Jú, við erum búin að fara eitthvað á bilinu 15 til 20 flug og þau hafa bara gengið mjög vel. Bara mjög vel og menn svo sem þarna í upphafi vissum menn ekki alveg út í hvað þeir voru að fara og það voru þessi flug tóku mjög langan tíma þarna til að byrja með, menn vissu ekki alveg nákvæmlega eins og ég segi út í hvað þeir voru að fara og núna gengur þetta bara nánast eins og smurð vél og við erum að starfa með bæði læknum og sjúkraflutningamönnum sem eru mjög færir á sínu sviði og vita nákvæmlega hvað þeir eru að gera og þetta farið að ganga mjög vel og það hafa engin óhöpp komið upp Vissulega geta komið upp óhöpp ef að sjúklingur selur upp eða kastar upp borð í vélinni eða hóstar eða eitthvað slíkt út til lofti en það
það var engin slík óhöpp komið upp, þannig að þetta hefur bara gengið mjög vel. Í svona aðstæðum, Leifur, eins og reyndar alltaf bara mikilvægi þess að vera með vel þjálfað starfsfólk, þannig að allir vinni saman að markmiðinu. Það náttúrulega skiptir bara öllu máli, það er bara þannig, sko. Það skiptir öllu máli. Auðvitað er þannig að þetta kemur ekkert mikið við okkur sem flugáhafnir, við þurftum að breyta þarna verklagi, sko. Við í venjubundnu sjúkraflugi þá aðstóðum við að setja sjúklingana borð og taka þá frá borði og því verklagi var breytt þannig að flugmenni koma ekki að því þegar flutning á COVID sjúklingum að ræða. Það er bara til þess að minnka smithættuna, flugmenni fara bara inn í vélina og fara fram í stjórnklefun og svo loka á milli. Og sjúklingurinn settur borð eftir að þeir eru komnir fram í og þeir fara ekki út úr vélinni fyrir en búið að þrífa vélina. Þannig að það þurfti að breyta verklagi en þeir sem að þessu koma eins og sjúkraflutningamennir og læknir, þetta náttúrulega menn sem vita alveg upp á hár hvað þeir eru að gera og þetta mjög vel þjálfað og gott fólk. Leifur, þú ert á þinni skrifstofu í Mývatnssveit, þar nú vorið aldeilis komið. Já, það því betur að vora eftir langan og leiðinlegan vetur. Storma saman og leiðinlegan vetur og ofan og allt, ofan á þennan leiðilega, það voru eiginlega verið bara ömurlegur vetur alveg hérna frá því miðjan desember eða eitthvað 10. desember. Og kemur svo þessi COVID-veira eða þessi kórónuveira ofan og allt saman. Á dauðamanns átti maður nú von en tæplega þessu.